Komiði sæl, í dag hefur verið norðlæg átt á landinu og víða bjartviðri sunnan og vestanvert landið en skýjað að mestu leyti norðan og austan til og dálítil væta á stöku stað. Og á yfirlitskortinu þá má sjá að það er hæð hér suður af Grænlandi en lægðir hér við Írland og breytingin til morguns er óskup lítil. Það verður áfram þessi hæðarhryggur hér lengst af en svo þegar líður á morgundaginn þá tekur að myndast smá lægð á Grænlandshafi og kemur hún til með að hafa áhrif á veðri hjá okkur seint annað kvöld og dagana þar á eftir. Og á hitasviðinu þá er að sjá að það er tiltölulega svalt loft yfir landin okkar en mun hlýrra hér í Skandinavíu og suður af Grænlandi en kaldast síðastleina nótt fór niður í tæp 4 stiga frost á Básum á Goðalandi en hlýjast í dag fór upp í tæp 13 stig á Sámstöðum í Fljótshlíð. Og í nótt má gera ráð fyrir að það verði víða nætufrost en svo þegar líður á morgundaginn þá verður heldur mildara loft sem kemur upp að sunnan og austanverðurlandinu og svo þegar líður á vikuna þá hlýnar heldur hjá okkur. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu þá hefur verið strekkingsvindur hér allra austast í dag og eins allra vestast og þegar líður á kvöldið og nóttina þá lægir víða og léttir til, sérstaklega þó norðan og austanvertlandið og svo þegar líður á morgundaginn þá fer vindur að snúast í suðlæga átt og hér allra vestast á landinu verður komin suðlæga átt annað kvöld og farið að þykna upp og jafnvel einhverjir dropar seint annað kvöld. En í fyrramálið verður staðan eitthvað þessu lík, fremur hæg breytileg átt á landinu og það má gera ráð fyrir að verði skýja með köflum eða bjartviðri víðast hvar. Gætu þó verið einhverjir skúrir allra vestast en lítið að magni og suðvestanvert landið verður vindur hægur þannig að gosmóða frá eldstöðinni gæti komið víða við sögu á suðvesturhluta landsins á morgun. En hitinn verður svona frá 2-3 stigum og upp í 6-7 stig í morgunsárið en svo hlýnar þegar líður á morgundaginn og annað kvöld verður komin suðlæga átt allra vestast á landinu, svona 5-10 metrar á sekundu, farið að þykna upp þar og jafnvel einhverjir dropar komnir allra vestast annað kvöld. En norðan og austan til á landinu verður skýja með köflum eða bjartviðri. Og svo á fimmtudag er áfram útlit fyrir suðlæga átt hjá okkur, strekkingsvindur allra vestast en mun hægari austan til, skýja með köflum eða bjartviðri víða á norðaustan og austanverðurlandinu en þá líkur á einhverjum þokubökkum við ströndina en sunnan og vestanvert landið má gera ráð fyrir að verði skýjað að mestu leyti og einhverjir dropar, rigning eða skúrir af og til. Og hitinn svona frá 3 og upp í 10 stig víðast hvar. Og svo á föstudag kemur lægð upp að landinu þannig að þá er gert ráð fyrir austlægri átt, lengst af þurrt norðaustan til en síðan rigning eða slitta þar seinnipartinn og á föstudagskvöld en rigning eða súld með köflum allt sunnan og vestanvert landið og áfram tiltölulega milt hjá okkur. Og svo á laugardag er áfram útlit fyrir austlæga eða breytilega átt hjá okkur, súld eða rigning víðast hvar framan af degi en úrkomu lítið seinnipartinn. Og hitatölur svona frá 5 og upp í 10 stig. Og ef við skoðum hér meginland Evrópu þá er hæð sem er hér yfir norðanverðri Skandinavíu þannig að það verður tiltölulega bjart og hlýtt að víða á Norðurlöndunum, skúrir í London en einhverjir eldingar verða bæði í Frakklandi og Ítalíu. Og á Íberíuskaga er einnig reiknað með að verði skúraveður norðan til en sólríkara og þurrara sunnan til. Og hjá okkur er gert ráð fyrir að verði breytileg átt í fyrramálið en síðan hægt vaxandi suðlæg átt allra vestast annað kvöld, þurrt á lengst af á landinu en gætu komið einhverjir dropar allra vestast annað kvöld. Verið sæl.